Velkomin öll sömul, gaman að sjá okkur og gleðilegt ár. Það er gott að svo margir hefur komið sér aftur hérna inn í nýja árið, en við ætlum að byrja með því að lúta höfði í bæn í stutt og stund og þakka Guði fyrir. Himneska Faðir, við þökkum þig fyrir þína nærveru og biðum þína blessun hér þessara stund þar sem við erum að heiðra þig og við biðum að þú vil vera hérna með okkur í þessara stund í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að byrja í dag með að syngja sálm nr. 446, Hvað boða nýjárs blessuð sól? 446, en hérna inni hjá okkur kemur þetta upp á tjaldið hjá okkur. Við ætlum að halda áfram með að syngja. Við ætlum að syngja Ó Guð vor hjálp sem er númer 90 í sálmabókinni. Númer 90, Guð vor hjálp, Ó Guð vor hjálp. Oh
Ritningarlesturinn er tekið frá 119. sálmi. Við skulum fara á rís og fætur. Þetta er 119. sálm, 101. vers til 103. vers í fyrstum sinn. Ég held fæti mínu frá hverjum vondum vegi til þess að gæta orð þíns. Frá ákvæðum þínum hef ég eigi vikið, því að þú hefur frætt mig. Hversu sætt er fyrirheitt þitt góma mínum. Og svo 111. vers. Reglu þínur eru egn mín aldir, því að þær eru yndi hjarta minns. Við skulum krjúpa til bænar. Kæri himneski Faðir, við þökkum þig fyrir þennan morgunstund og við lofum þig og tegnum fyrir það að við megum koma fram fyrir þig hérna í þitt hús. Við biðjum þínu blessun og þínu varðveislu. Við biðjum að við megum halda áfram að ganga á þínum vegum og við biðjum að við megum alltaf hverja einasta degi komast nálægt nær þér. Takk fyrir allt himneski Faðir og blessa þú okkur á þessara stundu í Jesú nafni. Amen. Svo eigum við gleðifrétt hérna í dag að frétta að því Ósi er að koma til starfa og við ætlum að biðja Ívo Kesk, formaður okkar, að koma hérna upp ásamt Ósa. Gjörðu svo vel. Gleðilegt ár. I'm glad to see you all in the beginning of this year. Gaman að sjá ykkur öll hérna í byrjun árs. And I'm glad to be here for this occasion. Ég er glaður að vera hér við þetta tilefni. That we are here together with Pastor Osi. Við erum hérna saman með honum Ósi sem er prestur. And that you know him very well. Þið þekkið hann vel. But it's my joy and privilege to introduce him today Ég er glaður að kynna hann hérna fyrir ykkur í dag. in this pastoral role in this church. Þá sem prestur þessara kirkju. And I first wanted to read from the Bible Fyrst langar mig að lesa ykkur Biblíunni. and from the Paul's letter to Ephesians chapter 4. Þetta er Efesus bréf Páls, kafli 4. And there Paul is writing about how God himself has organized the church. Og þarna er Páll að tala það hvernig Guð sjálfur hefur skipulagt kirkjuna sína. And he says, verse 11, that he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar, til versi 11. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying the body of Christ. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í líkama Krists til uppbyggingar. Þangað til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingun og syni Guðs, verðum full þroska og náum vaxtar takmarki Krists fyllingar. That we would no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men, in a cunning craftiness of deceitful plotting. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur á hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabröðum villunar. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. So the Holy Spirit ordained so that the church, the body of Christ, works through the
gifts of the Spirit. Heilagur andi skýrir svo að þessar gjafir séu dreifðar til söfnuðarins af heilagum anda. And based on the gifts, people are serving in different roles. Og eftir þessum gjöfum þá þjónar fólk og hefur ýmis hlutverk. And one of the role in our church is what we call pastor. Og eitt af þessu hlutverkum það að vera prestur. And actually, it's not only exactly the same as it says pastor here in this 11th verse. Það ekki alveg það sama eins og þetta sagt hérna í versi 11, myndu kalla þetta, sumir eru hirðar, það það sama á prestur. Because this pastor here means the gift of shepherding. Því að hérna þetta gjöf að vera hirðir. And some others among you may have a gift of shepherding here. Og sum ykkar hérna inni gætu verið með þessa gjöf hérna. And we all need to recognize what is our gift Og við þurfum alltaf að kannast við hver okkar gjöf and to serve with this gift. og þjóna með þessari gjöf. But the pastor in the Adventist church En presturinn í aðventkirkjunni, is called to serve full time hann kallaður til að þjóna í fullu starfi, in the role to serve the word til þess að þjóna orðinu and to teach og kenna and to lead og leiða and to evangelize, og að vera sem trúboði. so that somebody could be devoted full time in finding new people into the fold. Svo að það geti verið einhver sem að vinnur alveg og fullt starfið það að leita lamba til að koma inn í hjarðarhópinn. And as we have agreed in the Worldwide Adventist Church, Og eins og við höfum samþykkt það sem alheimskirkja, pastor is the main leader of a local church. að þá presturinn aðal leiðtogi hverrar kirkju. He's the chairman of the board. Hann svo sem að fundarstjóri á fundum And, kirkjunar. and today, and in the beginning of this year, Ossi Carvalho, Og byrjun þessa árs is that how þá you say your name? Uzi Carvalho. Yes, hann Ossi Carvalho. will start in this role in this church. Þá mun hann hefja þetta starf innan þessara kirkju. And as the Lord is inviting you, Ossi, Drottinn að bjóða þér, Ossi, to be the servant of the word að vera þjónn orðsins, and a shepherd to the flock, að vera hirðir fyrir þennan hóp hér. do you want to take this role with, from all of your heart? Vilt þú taka við þessu verkefni frá þínum dýpstu hjartarótum And serve with the help of the Lord. og þjóna með hjálp Guðs? Yes. Amen. And, Amen. and this church here, Og þessi kirkja hér, do you want, with all love and grace, viljið þið hér með allum kærleika og náð to work together with Pastor Ossi in his role in this church að vinna með Ósi í hans verkefni hér innan þessari kirkju and listening to what God has given to him through the gift of the Spirit, og hlusta á það sem Guð hefur gefið honum fyrir tilstuðlan anda hans, so that in this cooperation the body may be built up in love. svo að með þessari samvinnu megi líkaminn byggjast upp. Do you want to do that? Viljið þið það? All right, Amen. that is good then. And so we want to pray, Við viljum biðja. and see all the elders are gone. I wanted to invite, if there are any elders present here, to join me in this prayer. Einhverjir safnaðarformenn hérna sem eru tilbúin til að taka þátt í bæninni sem mun fara fram hérna? And I ask you to join in prayer in our hearts as Mig langar að biðja we ykkur að kneel koma. here in front. Þar sem við ætlum að krjúpa hér saman fyrir framann ykkur. Dear Lord, Kæri Drottinn, we are here before you this morning, við erum hér komin til þín þennan morgun and we want to commit all ourselves to you again afresh. og við viljum gefast þér enn á ný. And we thank you for Pastor Ossi, who is here among us today.
Og við þökkum fyrir Ósi prest sem hér meðal okkar í dag. And we thank you for the calling that you have put in his heart, Við þökkum þér fyrir þessa köllun sem þú hefur sett í hans hjarta and that this lives within him. og það sem býr hér innra með honum. And we thank you for the gifts that you have given to him. Ég þakka þér fyrir gjöfina sem þú gefið honum. And this morning we pray according to your word, Og í dag byggjum við samkvæmt þínu orði that please multiply the gifts that he has, að þú megir margfalda árin sem hann hefur and fill him with all that he needs to serve in this role, og fylla hann og öllu því sem hann þarf á að halda fyrir þetta starf. to teach your word, Að kenna orð þitt and to guard the flock, og leiða og vaka yfir þessum hóp hér and to help all other members to fill their roles, og hjálpa öllum öðrum meðlumum kirkjunar að uppfylla sitt hlutverk hér. so that together they may grow. Svo þau megi öll vaksa upp saman. And so together they, in your help, they may reach out to many new people who need to know you. Þannig að með þinni hjálp getur þau náð til ennþá fleira fólks sem þarf að kynnast þér. And we want to ask you to bless him, Bið þig að blessa hann, so that he may be a blessing. svo að hann megi vera blessun. And we pray that in Jesus' name. Við biðjum þessi í Jesú nafni. Amen. 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 Thank you. So, Pastor Rosi will share a word today. Pastor, hann mun deila með okkur orði úr orði Guðs í dag. Our visit to you today will be short. Okkar heimsókn hér í dag mun vera stutt. Just to want to say that at one point we are leaving to continue to another church in Ingolstræti, Ég ætla bara að láta ykkur vita að við þurfum að yfirgefa svæðið og fara yfir á Ingólfsstræti. so that you know when we stand up and go that Þannig að it wasn't for nothing else. Þá vitið þið það að þegar við stöndum upp og förum þá það ekki út af neinu öðru. Við ætlum núna að halda áfram að syngja eitt lag, nummer 116 í sálmabókinni, Ég heyrði Jesú himnesk orð. Skulum taka vel undir. Ég
Já, ég líti Jésu sem lífsins sól. Það yndislegt að hugsa til þess. En nú skulum við fara í því að taka upp gjafir. Þannig að við ætlum að láta körfin að fara framhjá og hérna hægt að leggja inn. Hérna reikningsnúmerinn hérna upp á töflunni. Kæri himneski Faðir, við þökkum fyrir þessi gjafir, við þökkum þig fyrir það að fólk eru fús til að gefa til þitt starf og við biðjum þitt starf með að standa að eilífu. Þangað til þú kemur aftur. Viltu blessa þeim sem hefur gefið, viltu blessa þeim sem þarf að taka móti og við þökkum þig fyrir það í Jesú nafni. Amen. Þá eru komið að tónlistatriði. Það Jónatan Siggi sem ætlar að koma að spila fyrir okkur og við erum öll tilhlökkunar. Gjörðu svo vel. Sjá að því svona litli krakkar byrja að koma í gang svona fallegum tónum út úr stóru horni. Takk fyrir það. Við ætlum að halda áfram með að syngja barnasálmur, Bjartar yfir Betlehem og ég veit að krakkarnir þau geta þetta lag líka svo endilega takið vel undir krakkar og fullorðið fólk líka við þetta. Gjörðu svo vel. Stjärnan
þá ætlum við að fá börnin hérna upp og við ætlum að hafa barnasaga. Gjörum svo vel, krakkar. Ég held ég ætla bara að vera hérna að tala til ykkar. Ef engin annar með barnaleksjuna, barnasagan, þá ætla ég bara að vera með ykkur í dag og segja ykkur lítinn saga. Sagan, fyrst ætla ég að spyrja ykkur. Þau þurfum ekki svara henni upphátt. I want to ask you one question. You don't have to answer it out loud. Spurningin svo, hefur þú einhver tíman verið í þannig stöðu að þér langaði ekki að fara alein? Have you ever been in a situation that you haven't wanted to go all alone? Að þú vildi hafa einhverju með þér, You wanted to have someone with you, pappa eða mamma, your mother or your father eða einhver annan. or someone else. Systir mín, hún þorði einu sinni því að hún var lítil ekki að fara ein. My sister once, she didn't dare to go alone. Hún vildi fá mig með sér, She wanted me to go with her, en hún var allt í lagi þegar hún var komin að áfangastað. but she was okay when she had arrived. Svo núna sagan í dag, So the story today sem beint úr Biblíunni that comes straight from the Bible og tengist faktisk fullorðinsleksjuna í dag, and is connected with the adult lesson today. hún þannig It's like this. að það var þannig að Mósi, hann var búinn að taka fólk Ísraels út úr Egyptalandi Moses had brought the people out of Egypt, og hann var búinn að fá loforð það and he had received a promise til þess að fara með þeim inn í fyrirheitna landi. to go with them into the promised land. Og það var komið svona að þeir voru búin að vera lengi út í eyðimörkinni. They had been for a very long time in the desert, En það kom þannig á að engill fór á undan þeim but there was an angel that went before them. og hann var að ýta frá annað fólk sem bjó í því svæði sem þau voru að fara að búa á. And he was pushing aside people so that they could come and live in the country. En Drottinn, hann sagði við Mósi, But the Lord said to Moses, ég ætla ekki að fara með ykkur. I'm not going to go with you into the land. Og Mósi, hún leið ekki vel. And Moses, he didn't feel well about that. Svo hann vissi, Mósi vissi að fólkið Ísraels hefði ekki gert það sem þau áttu að gera. Moses knew that the people of Israel had not done what was supposed to do. En svo var það sem Mósi sagði, ég get ekki farið án þín. And then Moses said, I cannot go without you. Þú verður að koma með okkur. You have to come with us. Og hann var það hræddur að vera einmana í þessu verki He was so scared to be alone in this að hann eiginlega bað tákn frá Guði. that he asked God for a sign. Fyrst fyrir að fyrirgefa fólki sitt og sig sjálfan. First to forgive him and the people, Svo til þess að sýna honum and then to show him hvort hann vildi fara með þeim eða ekki. whether he wanted to go with them or not. Af því það svoleiðis með Guði, Because it's like that with God. því að hann búinn að fyrirgefa einhverju eitthvað, When he has forgiven someone something, þá stend hann við það he really keeps his promise og hann gefur þeim náð. and gives them grace. Já. Þessi náð getum við líka gefið öðrum því að þeir eru búin að brjóta af okkur. And this grace we can give to others if they have offended us Með því að fyrirgefa þeim. by forgiving them also. En núna tilbaka til Móse. And let's go back to Moses. Móses hann sagði, Guð, mig langar til þess að sjá þig sem tákn á því að þú vill fara með okkur. He says, Lord, I want to see you, and that will be a sign for me that you want to go with us.
Að því Guð, því að hann búinn að fyrirgefa, Because God, when he has forgiven, þá eins að hann búinn að stróka út allt sem var ljótt á töflunni. then he has erased everything ugly that is on the blackboard. Svoleiðis að þannig var að hann sagði, má ég sjá auglitið þitt? So Moses said, I want to see your face. En vitið hvað? Guð sagði, það engin sem getur séð mig But God said, nobody can see me og lifa. and live. Svo farð þú upp á klettin hérna, So go up to that rock over there. því að ég labba fram hjá þér. When I walk by, Ég vil setja höndunum mína fyrir fram að vitið þitt I will put my hand before your face, og þá mun ég labba fram hjá þér and then I will pass by. og svo máttu sjá aftan á mér. Then you can see me from behind. Og þetta er mjög merkilegt. This is really interesting. Svoleiðis að Guð veitti Mósi So God gave Moses möguleika this option or this að sjá opportunity Guði to see God á einhvern hátt in some way, en ekki beint í andlitið. but not straight in his face. En það þýddi það að hann var búinn að fyrirgefa það ljótu sem þau voru búin að gera. That meant that God had forgiven them for all the evil things that they had done. Svo Guð var búinn að breyta hugsun sín gagvart fólkið. So now God had changed his thought towards his people. Og þannig er sagan í dag. And this is the story of today. Ef við biðum fyrirgefningu If we ask for forgiveness og við trúum að hafa fengið hana and we believe that he has given this to us, og við hefum gefið þetta innri með okkur í hjarta okkar, we have this in our heart, þá mun Guð fyrirgefa okkur. then God will forgive us. Og þetta er sagan í dag. This is the story for today. Og þá skulum við hérna fá predingur frá Ósa. Við hlökkum til. Gjörðu svo vel. Happy New Year. Gleðilegt ár. It's good to be back here. Gott að vera komin tilbaka aftur. And I don't know if you had the opportunity to say Happy New Year to everybody. Getið gert það núna að segja gleðilegt nýtt ár við alla sem eru hér kominir í dag. So we are lifting now and say Happy New Year to everybody that is here and hug each other. Nú skulum við faðma Come on. hvort annað og segja gleðilegt ár. Yeah, lift. Upp, upp.
I hope I didn't forget any. Then if I forgot, then after you come to me, say, you forgot me. Ef ég glemdi einhverju þá komið til mér nú eftir og segið, heyrðu, þú glemdi mér. And I went out of here, it was in April. Ég fór hérna í apríl síðastliðin And I was not really expecting to come back. Ég var ekki búist að koma tilbaka aftur. And but I was praying to God and say that I want to serve Him. En ég bað til Guðs og sagði, ég vil þjóna þér. The job that I did there in the east, Það sem ég var að gera fyrir austan, it is I cannot. It was a job. It was a job, but it was not so creative. I just put something in the machine and take it out. Put something in the machine. Take this. þetta var ekki flókið, ég var að taka eitthvað og setja inn í vél og taka þessu út úr vélinn aftur. So I had time to pray, Og þarna hafði ég tíma til að and biðja. I was praying Og ég all the bað. time because I didn't need to think anything. Just put the machine and take it out. Já, ég þurfti ekki að hugsa þannig að ég gat verið að biðja. And that day I was praying God that I want to serve Him. Og ég bað til Guðs, ég vil þjóna þér, Drottinn. And the work where the job where I worked was so noisy that you had to wear something in the ear. Og það var svo mikið læti í vélunum að við þurftum að hafa heyrnarhlífar. And then I didn't hear somebody calling me. Og þá heyrði ég ekkert alltaf þegar var verið að kalla á mig. Then after when I went for a lunchtime, half an hour, Og svo fór ég í hálftíma kaffihlé I saw that Adrian has called me. og þá sá ég að Adrian hafði hringt í mig. And then I called him Og and ég said, hringdi hann why are you calling me? og ég spurði að hvað er þetta að hringja mig? It was not like that. Þetta var ekki svona. Then he said that the church was thinking in having me as a pastor here. Og hann var að segja að kirkjan var að hugsa hvort að við getum fengið hann sem prest. And then I was glad because I worked to be a pastor. Ég I var, studied to be a pastor. ég var glaður því að ég hef lært til þess að vera prestur og hef starfað sem prestur. And then I was working in Brazil as a pastor. Ég var að vinna í Brasilíu sem prestur I have to stop to come to Iceland. og ég þurfti að hætta því til að koma til Íslands. And I was not glad about that Ég var ekki ánægð með það. because I was always working with people, visiting people, preaching, and it was so nice to be with the church where I worked. Ég var í kirkju sem ég var svo glaður að vera í. Ég var að vinna með fólki, ég var að predika. So what I want to say to you that Það sem ég langar að segja við ykkur in my job as a pastor, I like to visit members að ég sem prestur finnst gaman að heimsækja meðlimi, to pray with them. biðja með fólki. So you have, after I'm going to pass a list, you just put your name and the date and the time when I can come and visit you for us to talk together and pray together. Og ég ætla að setja þannig að láta lista ganga á milli og ætla að biðja ykkur að skrifa ykkur nafni ykkur á lista ef þið vilja að ég komi að heimsækja ykkur og biðja með ykkur. And I also, if we want to do the job of God here on earth, Og ef við viljum gera starf Guðs hér á jörðinni, and I really need your prayer. þá þarf ég á ykkar bænum að halda. Because without God, I cannot do anything. Án Guðs get ég ekki neitt. So I need your prayer. Ég þarf á ykkar bænum að halda. Okay, the text that we read today, it was about the Word of God. Textin sem við lásum í dag var orð Guðs. And I'm going to start to tell you about a minister that was walking the street with one unbeliever man. Ég ætla að segja ykkur sögum af presti sem var með manni sem var ekki trúaður. And this unbeliever man, he was owner of the factory that makes soap. Og þessi maður sem trúði ekki á Guð átti versmiðju sem var að framleiða sápu. And they were walking together in the street. Og þeir voru að ganga saman út á götu. And he turned to the priest and said, Og hann segi við prestinn,
I think your work and the gospel that are preaching is not working. Ég held að þetta sem þú ert að gera og það sem þú ert að predika ekkert að virka. You see a lot of sins and sinners in this world, and you still preaching, and nothing happened. Við sjáum svo mikið að syndurum í þessum heimi, þú predikar og ekkert gerist. And so the minister didn't answer and just keep on walking with him for a short time. Og presturinn þagði og þeir héldu áfram göngu sinni. Then he saw a lot of children playing. Svo sá hann fullt af börnum að leik. And he saw the children were all dirty. Og hann sá að börnum voru öll skítug. Then the minister said to the soap maker, Og þá sagði presturinn við sápuframleiðandann, I think your soap is not working. ég held að sápaðin sé ekki að virka. See, all children all dirty. Sjáðu öll þessi börn, þau eru öll skítug. And he said to the minister, hey, Og þá sagði hann við presturinn, hei, my soap works, yes, sápa mér virkar, jú. but people need to use it. En fólk varð að nota sápuna. And then the minister said to him, Og þá sagði presturinn við hann, our gospel, Jesus also works, but people have to apply it to their life. og líka fagnaðarundir Jesú, það virkar, en fólk þarf að nota það í sínu lífi. So today I'm going to share with you some people that apply the gospel to their life. Og nú ætlum ég að deila ykkur með fólki sem hefur einmitt látið fagnaðarundi vinna í sínu lífi. And first is Abraham. Og fyrst ætla ég að nefna hann Abraham. God called Abraham to go out of his family to a place that he didn't know. Guð kallaði Abraham til að fara á stað, frá fjölskyldunni sinni á stað sem hann þekkti ekki. But he had a good relationship with God that he said, okay, I go. En hann var með mjög gott samband við Guð og þess vegna sagði hann, já, ég skal fara. So he went to a place that he didn't know before. Þá fór hann á stað þar sem hann þekkti ekki fyrr. And I would like to read with you Genesis. Förum við í fyrstu Mósebók, First chapter 23. 23. kapla. And we know that Abraham, wherever he went, Við vitum að hvert sem Abraham fór, he would raise an altar to the Lord. þá byggði hann altari til heiðurs Guðs. And he would always worship the Lord wherever he were. Og hann tilbað Guð hvert sem hann fór. And all the people around knew that. Og allir sem voru hann í kringum hann vissu þetta. And this chapter 23 was the death of his wife Sarah. Og í þessum kapla 23, það fjallar það þegar konan hans dó. And he was in a foreign land. Hann var á erlendri grundu. And then he had to ask the people a place to bury his wife Þannig að Sarah. hann þurfti að fá leyfi hjá fólkinu í kring að fá stað til þess að grafa konuna sína. And I'm going to read here 23 verse 6 for you. Og við ætlum að fara í 23. kapla á 7. vers. What people said to him. Það sem fólki sagði við hann. Hear us, my Lord. You are a prince of God among us. Bury your dead in the choicest of our burial places. None of us will withhold from you his burial place, that you may bury your dead. Heyr oss fyrir hvern mun, Herra minn, þú ert Guðs höfðingi vor á meðal. Jarða þú líkið í hennum besta af legstöðum vorum. Enginn meðal vor skal meina þér legstað sinn að þú megir jarða líkið. He was called the prince of God. Hann var kallaður Guðs höfðingi eða prestur Guðs. Imagine people know that you follow God and look at you and say, you are a prince of God among us. Hugsið ykkur að fólk fylgdist með honum og kallaði hann prest á meðal þeirra. It means that he had a great relationship with God. Þetta þýddi að hann hafði alveg ofboðslega gott samband við Guð. And everybody around knew it. Og allir í kringum að vissi það. And then I ask you and me, myself, how Þannig að is our relationship with God? Og þá spyr ég mig sjálfan og ykkur, hvernig okkar samband við Guð? Does the people around me knows that I'm
son of God, that I serve God? Veit fólk í kringum mig að ég sonur Guðs og ég þjóna Guði? Can they one day call me the priest of God? Myndi þau kalla mig prest Guðs? Okay, let's go to another that apply the gospel to their life. Now is Joseph. Nú skulum við fara til annars sem að virkilega lét fagnaðarendi vinna í sér. Það hann Jósef. And we are going to read in chapter 40. Og ef við förum í 14. kaplan, But before I read it, I'm going to tell a little bit about Joseph, and you know it, the story of Joseph. þið þekkið söguna Jósef. And the Bible says that he was sold by his brother to Egypt. Biblían segir að hann hafi verið seldur af bræðrum sínum til Egyptalands. And the people that bought him in Egypt sold him to the Potiphar's house. Og hann var seldur til heimilishalds Pótifars. And the Bible says always about Joseph, Og Biblían segir alltaf Jósef, God was with him. Guð var með honum. And everything that he did, God made it prosper. Og allt sem hann gerði blessaði Guð. But the wife of Potiphar wants something else. En kona Pótifars vildi eitthvað allt annað. But he said, I will never do something bad like that and sin against my God. En hann sagði, ég ætla aldrei að gera eitthvað svona ljótt og synda gegn Guði mínum. And one day she took him and he just left everything that he had in the clothes behind with her and ran away. Og eitt sinn þá þurfti hann bara að hlaupa frá henni og skilja yfirhöfn sína hjá henni. Have you run of sin like that before in your life? Hefur þú hlaupið svona hratt í burtu frá syndinni nokkuð tíman enn í þínu lífi? Because he was there, he was young. Hann var þarna And the wife of his master, og kona yfirmanns hans, they were alone. They could just hide there, do something wrong. But he said, never against my God I will do that. og þau hefðu alveg getað falið sig og enginn hefði tekið eftir þessu, en hann sagði, aldrei mun ég gera þetta gagnvart Guði mínum. Let's see the verse 40, verse 8 now. He was in prison because of that. Við skulum fara í kapla 40 og í vers 8 og hann var settur í fangelsi fyrir þetta. And then two men that served Pharaoh, Og þarna voru tveir menn sem hefðu verið að þjóna Faraó, the butler and the baker, byrlarinn og bakarinn. they went to prison. Þeir höfðu líka verið settir í fangelsi, And one day they had a dream. en einn dag dreymdi þá draum. And they were so sad. Og þeir voru svo sorgmættir. And Joseph said, to them, what's wrong with you? Og Jósef spurði þá, hvað að? He said, we had a dream and there is nobody to say us about this dream. Og þeir sagðu, við dreymdum draum, en það enginn til þess að segja ykkur hvað draumurinn þýðir. So verse 8 says like this. En það versið 8 segir, And they said to him, we each have had a dream and there is no interpreter of it. So Joseph said to them, do not interpretation belongs to God? Tell them to me, please. en þeir svöruðu honum, okkur hefur dreymt draum og hér enginn sem geti ráðið hann. Þá sagði Jósef við þá, það ekki Guðs að ráða drauma? Segið mér þó. You see what Joseph is saying here? Sjáu þið hvað Jósef að segja hérna? He said, does not interpretation belongs to God? Hann segir, það ekki Guðs að ráða drauma? Then he said, tell him. Segið honum. Was that? Sagði hann það? Segið honum. No. Nei, He said, the interpretation belongs to God. hann Tell sagði, to me the dream. það Guðs að ráða drauma, segið mér drauminn. That is fantastic. Þetta frábært. The relationship that he had Þetta with God, samband sem hann hafði við Guð it was so close relationship var svo náið samband. that he was the representative of God here on earth. Hann var í rauninni erindreki Guðs hérna á jörðinni. He said, if you need God, talk to me. Ef þið þurfið að Guð að halda talið við mig,
If you need interpretation of God, talk to me. Ef þið þurfið einhverja ráðning og draumum, taliði mig. Have you ever in your life, Hafið einhver tímann í ykkar lífi, somebody near you said, I need God? ef að einhver hafi sagt við hliðina á þér, ég þarf á Guð að halda, And you said to the people, tell to me, why do you need God? og hafið þið þá sagt, af hverju þurfið á Guð að halda? Are you the representative of God where you are, Eru þið erindrekar Guðs þar sem þið eruð, where you live, þar sem þið búið, where you work? þar sem þið vinnið? Because we have to be. But Ati- it's a relationship with God. It's not something like, oh, I have a relationship with God. It's daily prayer, daily worship, Þetta daily reading the Bible, the Word of God. Þetta ekki þannig að maður eignist þetta samband við Guð með því bara að klikka saman fingrum, heldur þetta dagleg bæn og daglega samskipti við Guð. Another that applied the Word of God for his life was Moses. Annar sem að tók orð Guðs til sín, það var Móse. And I'm going to read now in Exodus 32. Skulum fara í aðra Mósebók 32. kafla. And Sonia was telling the story of Moses too today. Sonja var að segja sögu Móse í dag til barnana. But I'm going to say something else about him. Ég ætla að segja annað hann. Here tells the history of Moses after the people of Israel had gone a god calf to worship. Ég ætla að segja ykkur söguna þegar að fólk, Ísraelsmenn hefðu búið til gullkálf til að tilbiðja. Moses went up to the mountain. Móses fór upp í fjallið And he was there 40 days with God. og var þar í 40 daga með Guði. And God was writing the 10 commandments. Og Guð var að skrifa boðorðin 10. And then in the end of 40 days, God said to Moses, Moses, En svo sagði Guð við Móse, the people that you brought out of Egypt have done wrong. fólki sem að þú leiddir út af Egyptalandi að gera ranga hluti núna. So Moses has to go down, and when there people were worshiping a good calf. Og Móse þurfti að fara niður fjallið og hann sá að fólki var að tilbiðja gullkálf. You remember that he was so disappointed and angry with people that he broke the 10 commandments. Hann var fyrir svo miklu vonbrigðum og var svo reiður út í fólkið að hann braut boðurinn 10. Braut töfluna sem hafa verið skrifað á. But he didn't do only that. En hann gerði ekki bara það, But did he do more? hann gerði meira. Let's read now. Við skulum lesa það. Exodus 32, verse 11 to 13. Vers 32, önnur Mósebók 32, 11 til 11 to 13. 11 til 13. Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? En Móse reyndi að blíðka drottin Guðsinn og sagði, hví skal drottin reiði þín upptendrast í gegn fólki þínu, sem þú leiddir út af Egyptalandi með miklum mætti og voldugri hendi? Why should the Egyptians speak and say, he brought them out of to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from your face, your fierce wrath, and relent from this harm to your people. Hví skulu Egyptar segja og kveða svo að orði, til íls leiddi hann þá út, til að deyða þá á fjöllum uppi og afmá þá af jörðinni. Snúð þér frá þinni brennandi reiði og lát þig iðra hins illa gegn fólki þínu. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your descendants as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of I give to your descendants, and they shall inherit forever. So the Lord relented from the harm which he said he would do to his people. Minnst þú þjóna þinna, Abrahams, Ísaks og Ísraels, sem þú hefur svarið við sjálfan þig og heitið,
Ég vil gera niðja yðar marga sem stjörnur himinsins og allt þetta land sem ég hef talað vil ég gefa niðjum yðar og skulu þeir eiga það ævinlega. Þá yðraðist drottinn hins illa hann hafði hótað að gjöra fólki sínu. I'm going to read 2 more verses, but let's think what Moses is doing here. Ég hugsum aðeins það sem Móses að gera hér. They saw every miracle God did it. Þið sáu öll þessi kraftaverk sem Guð var að gera. They saw the open sea for them to pass through. Og hafið opnaðist til þess að þið getur gengið yfir. Moses was with God 40 days and they said, we don't know anything about him, let's do a calf and worship. Og svo fór Móses upp á fjallið í 40 daga og þá sögðust þeir ekki vita neitt hennan Guð og fóru að tilbiðja gullkálfinn. And Moses knew that they were wrong. Móses vissi að þeir hefðu á röngu að standa. But what was he doing here? En hvað hann að gera hér? He was doing an intersection. Hann var að biðja fyrir þeim. He was between God and the people. Hann var á milli Guðs og fólksins. And he was, please forgive these people, Lord. Og hann sagði, vilt þú fyrirgefa þessu fólki drottinn? And see here, now see this verse is very deep, what I'm going to read now. Og þessi vers sem ég ætla að lesa núna mjög djúp. Verse 31 and 32. 31 og 32. Then Moses returned to the Lord and said, oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Yet now, if you will forgive their sins, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written. Síðan sneri Móse aftur til drottins og mælti, þetta fólk hefur dríkt stóra synd og gjört sér Guð að gulli. Ég bið, fyrirgef þeim nú synd þeirra. Ef ekki, þá bið ég að þú máir mig af bók þinni sem þú hefur skrifað. You see what Moses is doing? Sjáu þið hvað Móses að gera hérna? He said, Lord, if you don't forgive these people and they are going to be lost, I'm going to be lost with them. Þannig að ef að þú, Guð, fyrirgefur ekki þessu fólki, þá vil ég líka glatast með þeim. Please, just take my name from the book of life. Taktu nafnið mitt bara úr bók lífsins. But God said, no, I'm not doing that. I just take the name of the people that wrong against me, not your name. Guð sagði, nei, ég ætla ekki að taka þitt nafn, heldur bara fólki sem að syndgaði gegn mér. This is intersection. En þetta kallast að fyrir bæn. And then I'm going to ask you something. En nú langar mig að spyrja ykkur. We are all sinners here on this earth and in this church too. Við erum öll syndarar hérna á þessari jörðu og líka í þessari kirkju. Have you seen anybody here commit any sin inside this church? Hafið þið séð einhvern inn í þessari kirkju fremja einhverja synd? What did you do? Hvað gerðir þú? Did you pray for them? Baðstu fyrir þessum einstakling? Did you ask God to forgive them? Baðstu Guð að fyrirgefa þessum einstakling? That's our job. Þetta vinnan okkar. To ask God to forgive our brothers and sisters. Að biðja Guð að fyrirgefa trúsískinum okkar. How long did Moses ask God to forgive? One prayer only? Hversu lengi bað Móses Guð að fyrirgefa? Bara með einni bæn? Only one prayer. Bara einni bæn. I'm going to read for you to see how long did he pray for God for the forgiveness of people. Nú skulum við aðtöku hvað Móses bað lengi fyrir til Guðs að hann mætti fyrirgefa fólkinu. Deuteronomy 9. Förum í 5. Mósebók 9. kapla. Verse 18 and 20 to 20. Vers 18 til 20. Moses was talking about, and I fell down before the Lord as the first 40 days. As the first. He was with God 40 days, and he said, I bowed down before the Lord as before 40 days. And what was he doing? Og ég varp mér niður fyrir auglið drottins eins og hið fyrra sinnið, 40 daga. Hann var mjög lengi að gera þetta. Þetta var í annað skipti sem hann fer þarna í 40 daga. I neither ate bread nor drank water because of all your sins which you committed in doing wickedly in the sight of the Lord to provoke him to anger.
og át ekki brauð og drakk ekki vatn vegna allra þeirra synda sem þér höfðu dríkt með því að gjöra það sem illt var í augum drottins, svo að þér engduð hann til reiði. For I was afraid of the anger and hot displeasure with which the Lord was angry with you to destroy you, but the Lord listened to me at that time also. Því að ég var hræddur við þá reiði og heift sem drottin bar til yðar að hann ætlaði að tortíma yður og drottin bænheyrði mig einnig í þetta sinn. And the Lord was very angry with Aaron, my brother, and would have destroyed him too, so I prayed for Aaron also at the same time. Drottin reiddist einnig mjög Aroni svo að hann ætlaði að tortíma honum, en ég bað og fyrir Aroni í það sama sinn. So my brothers, what we learn with Moses here is that we have to pray for the people in our community that sin against God. Þannig að kæru sískinni, við þurfum að biðja fyrir safnaðarsískinum okkar þegar þau synga. Not judge them, Ekki not dæma. curse them, but pray for them. Ekki dæma þau, ekki bölva þeim, heldur biðja fyrir þeim. So another that apply the gospel to his life now is Joshua. Og svo annar sem að einmitt fylgdi fagnaðar erindinu og það var hann Jósúa. Joshua 24, Við förum í Jósúa bók 24. kapla and we read verse 15 and 16. og við förum í vers 15 og 16. Joshua was the one that took after Moses, the people, and put them inside the land. Jósúa sá sem tók við Móse og leiddi fólkið inn í fyrirheitnalandi. And all the 12 tribes was settled in their places. Og nú voru allir 12 ættbálkarnir komnir inn á sitt svæði. Then Joshua called the leaders and said to them, Og þá kallaði hann sama leiðtoga hvers hóps fyrir sig og sagði, let's read now, verse 15. vers 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites and whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þeir viljið þjóna, hvort heldur Guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir byggu fyrir handan fljótið, eða Guðum Amoríta hverra land þér nú byggið, en ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. So the people answered and said, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. Þá svaraði líðurinn og sagði, fjarri sé það oss að yfirgefa drottin og þjóna öðrum Guðum. So another point here, I'd like to say to you, it's your house. Og það sem ég langar að segja við ykkur í dag varandi þetta að þetta ykkar ákvörðun. Our house. Já, okkar hús. He said here, I and my house will serve the Lord. Já, sem sagt, ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. So how is your relationship with God about your house, or your children, Hvernig þá samskipti þín við þína ættmenn? your husband, your wife? Eiginmannin, eiginkona, börnin. Joshua said, I and my house will serve the Lord. Jósef sagði, ég og mínir ættmenn munu þjóna Guði. He was praying for his house every day, Hann var að biðja fyrir sinni fjölskyldu á for hverjum his degi. children every day. Fyrir börnunum sínum á hverjum degi. I and my house will serve the Lord. Ég og mín ættmenn munu þjóna drottni. Another that applied the gospel to their life is called Naomi. Og annar einstaklingur sem var kallað til að þjóna Guði, það var kona sem hét Naomi. And we are going to read now in Ruth, Við skulum fara í Rutarbók, chapter 1. kapla 1. But before that, you know that Ruth, and she was in foreign land, Þið vitið að Rut var í útlöndum
because there was famine in Israel, and her family and her husband and her children went out. Já, sem sagt Naomi, hún var í hérna Ísrael og þar var mikið, það var hérna skortur á mat og þá flúðu land og fóru í annan land. They went to Moab. Fóru til Moab-lands. And then there, Naomi unfortunately lost her husband. Og því miður þá lést eiginmaður Naomi. And not only her husband, he had 2 sons and they also died. Ekki bara eiginmaður hennar, heldur líka 2 synir hennar. And she was alone. Hún var alveg ein. She was not rich. Hún var ekki rík. She didn't have any property. Hún átti engar eignir. And she decided, I'm going back to my country. Og hún sagði, ég farin heim til míns heimalands. And when she was going back to her country, Og þegar hún var komin til heimalands síns, Ruth said that to her. þá sagði Rut þetta við hana. Verse 16. Í versi 16. But Ruth said, entreat me not to leave you, or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. And your people shall be my people, and your God my God. En Rut svaraði, legðu eigi að mér það að yfirgefa þig og hverfa aftur, en fara eigi með þér, því að hvert sem þú fer, þangað fer ég, og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk mitt fólk, og þinn Guð minn Guð. Why did Ruth decide to follow the God of Naomi? Af hverju ákvað Rut að fylgja Guð hennar Naomi? Because she had a good relationship with God. Af því að hún var með gott samband við Guð. She loved God. Hún elskaði Guð. And when Ruth was going behind her, Og Rut fór á eftir henni. she didn't have anything to offer Ruth, Hún like hafði- money. Hafði engan pening til að bjóða Rut. She didn't have anything to offer, like house or even a son to marry her again. Hún gæti ekki boðið henni upp á húsnæði og hvað heldur þá son til að giftast. She had nothing Hún átti ekkert. except God. Heldur bara Guð. Except God. Bara Guð. And Ruth said, your God is going to be my God. Og Rut sagði, Guð þinn á að vera minn Guð. Did any people said to you one day that want to follow your God? Hefur einhver sagt við ykkur að ég vil fylgja þínum Guði? What kind of God do you have? Hvernig Guð átt þú? Is it the God creator of the universe? Þetta Guð skapari heims og jarðar? Is the God that gave us the Bible to read every day and follow what is written inside there? Þetta Guð sem þið lesiðum í Biblíunni? I hope one day people will say to you, I want to follow your God too. Vonandi segir fólk við ykkur einhvern daginn, ég vil fylgja þínum Guði. Another that applied the word of God for his life was David. Og annar maður sem ég langar að nefna sem að virkilega lefði fagnaðarundina að vinna í sér, það var Davíð. When David was fighting against Goliath, Þegar að Davíð var að berjast gegn Góliat, he was not in the army of the Israelites. hann var ekki í her Ísraelsmanna. He went there just to visit his 3 brothers, Hann fór bara að heimsækja bræður sína 3. Eliab, Elisama, and Shammah. Eliab, Elisara og Shamma. His father said to him, take food to your brother, they are in the army, go there and visit them and take this to them. Pabbi hann sagði hann að fara með nesti til bræðra sinna sem voru í hernum. But David had a wonderful relationship with God. En Davíð var með yndislegt samband við Guð. When he was taking care of the sheep, he was singing to God. Þegar hann var að sinna fénu, þá var hann að syngja til Guðs. Just why you have these various psalms of David in the Bible. Þess vegna eru þið til dæmis með sálmana, Davíðsálmana í Biblíunni. And then he went there in the army and saw the big giant Svo kom hann þarna, Goliath. þar sem herinn var og sá þennan stóra risa Goliath has 2 meters and 97. og Góliat var Very 2 high. metrar og 97 centimetrar á hæð. And if he had the shoes, then it's 3 meters. Og ef hann hefði verið í skóm þá hefði hann verið 3 metrar á hæð.
And David was just a little boy. Og Davíð var bara lítill drengur. And David said, oh, this guy is defeating the army of the Lord. Og Davíð sagði, þessi að fara að sigra her drottins? What is he doing? Hvað hann að gera? Why nobody does anything against him? Akkur gerir enginn neitt við þessi manni? And then he started to ask, what does the king is going to give to the people that defeat him? Og hvað konungurinn að fara að gefa þeim sem að sigra hann? And they said to him, oh, he's going to give many things, don't need to pay the taxes, and he can give his beautiful daughter to marry. Til dæmis þarfst ekki að borga skatt ef þú sigrar risan, þú munt geta gifst dóttur hans. And they was just like to talk. He went and asked another the same thing, and then he went and asked another the same thing, and everybody saying the same to him. Og hann spurði hinn á þessa og þeir svöruðu allir eins. And he said, I'm going to face him. Og þá sagði þetta, ég ætla að fara á mót við risan. But Eliab, his oldest brother, En Eliab, elsti bróður hans, he reprehended him and said, don't do this, you are silly, you are just doing things, you should have been there, keep the lamb, the goat of your father, not leave there alone. og hann sagði, ekki vera að gera þetta, ekki vera svona mikill kjáni, farðu bara og passaðu sauða föður þíns. But he said, God help me to kill lions, En Davíð sagði, Guð hjálpaði mér að drepa ljón, God help me to kill bears, Guð hjálpaði mér að drepa and God birni is going to help me to kill Goliath. og Guð mun hjálpa mér að drepa Góliat. I go in the name of the Lord. Ég mun fara í nafni drottins. Brothers, we always have enemy in this earth. Kæru sískinni, við munum alltaf eiga einhverja óvinni á þessari jörðu. But when you face your enemy, En þegar þú horfir í augu óvinnarins, go with God. farðu þá með Guði, Don't go alone. ekki fara einn. He said, I go in the name of the Lord. Hann sagði, ég fer í nafni drottins. And when he came in front of Goliath, Goliath said to him, I'm going to kill you and going to your meat to the birds of earth. Og svo þegar hann kom fram fyrir Góliat, þá sagði Góliat, ég ætla að drepa þig, ég ætla að gefa fuglunum að éta þig. There was a little boy there. Og þarna var lítill drengur, Just took 5 stones from the river. tók 5 steina á ránni And he had these things that he killed the lion. og hann var með slöngu And the giant came near. og svo kom risinn nær And with God, og með Guði, með Guði, he defeated him. náði að sigra Góliat. He didn't have any arm with him. Hann var ekki með neitt vopn, Nothing, just, bara slöngubyssuna sína. brother, he said, I go against you in the name of the Lord. Hann He said, sagði, ég fer gegn þér í nafni drottins. when you face your enemies, Þegar never þið- goes alone. Þegar þið horfið í augu á óvinnum ykkar, aldrei fara einn. Take God with you, Takið Guð með ykkur. because he will protect and give you victory. Af því að hann mun verða ykkur og hann mun gefa ykkur sigur. Another that apply the gospel to his life is Isaiah. Annar sem að Guðs fagnaði reynandi snerti við, það var Jesaja. Isaiah 6. Förum við Jesaja bók 6. I hope I'm not too long. Til að vona að þetta sé ekki of löng ræða. It's okay for you? Er í lagi? Okay. I'm nearly finished. Ég er alveg að verða búinn. Okay, Isaiah 6. Jesaja 7. kapli. And here we see Isaiah one of the greatest prophet of the Bible. Jesaja er einna merkustu spámönnum Biblíunar. And he had a good relationship with God. Hann var í mjög góðu sambandi við Guð. And then he heard the voice of God. Og svo heyrði hann rödd Guðs. Have you ever heard the voice of God talking to you? Hafið einhvern tíma heyrt rödd Guðs tala við ykkur? See what he heard about what was God talking to him. Við skulum aðtöga hvað Guð var að segja við hann. Not only to him, he said like that. Ekki bara við hann. Hann sagði, Verse 8. förum í 8. vers. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And whom will go for us? Then I said, here I am, send me. Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði,
Hvert skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send mig. Today is the same. Hér í dag það sama. God needs people. Guð þarf á fólki að halda. God is asking the same, who shall I send? Hann að spyrja, hvert skal ég senda? And Jesus also said, pray for the Father to send the worker for the field because the workers are so filled. Jesus sagði, biðji föðurinn verkamenn því að verkamenn svo fáir. And if you hear the voice calling you today, Og ef þið heyri rödd Guðs tala til ykkar í dag, will you answer like Isaiah? munið þið svara eins og Jesaja svaraði, Here I am, send me. hér ég, send mig. We need to do something for the Lord. Við þurfum að starfa fyrir drottin. The world is dying in sin, Heimurinn að deyja í synd and we have to be different. og við þurfum að vera öðruvísi. We have to be an example, Við þurfum að gefa gott fordæmi and we have to spread the word of God for these people. og við þurfum að bera fagnaðarerindi hans til fólksins. Are you going to say to God, here I am? Munið þið segja við Guð, hér ég. And now Jeremiah, Og nú skulum við fara í Jeremía. Lamentations 3. Förum í Harmaljóðin, kapla 3. Jeremiah, if you read the book of Jeremiah, Ef þið lesið bókina sem Jeremía skrifaði, God called him and he said to him, Lord, I don't even know how to speak. drottin kallaði hann og hann sagði Guð, ég kann ekki einu svona að tala. But God said, I'm going to be with your mouth. Og þá sagði Guð, ég ætla að vera með munni þínum. So no excuse to do the work of God. Þannig að það engar afsakanir No excuse. fyrir því að þjóna Guði. And Jeremiah, one of the prophets that most suffered in the hand of the people that said they are people of God. Og Jeremía þjáðist mikið af hendi fólksins sem sagðist vera fólk Guðs. The people that said, I'm people of God was trying to kill the prophet of God. Og fólki sem sagðist vera fólk Guðs var að reyna að drepa spámann Guðs. They were lying about him. Þau voru að ljúga um hann. And Jeremiah was just saying to them, please repent. If you don't repent, the Jerusalem is going to be destroyed. En spámaðurinn sagði, iðrist, vinsalegast iðrist, því annars mun Jerúsalem vera lögð í eyði. And if they had repented, Jerusalem was never going to be destroyed. Og ef þeir hefðu iðrast, þá hefði Jerúsalem ekki verið eitt. But instead, they just didn't believe him Og þau ákveðu samt bara að trúa honum ekki and tried to kill him. og reyna að drepa hann. And now, Jeremiah, he suffered a lot. Hann þjáðist mikið. But Jeremiah. he was always with God in his heart. And look what he said here. Og hann var alltaf með Guð í hjartanu og sjáu hvað hann segir hér. Verse 21 Í kapla 3, vers 21 and 22, til 22. 23. 21 áfram. This I recall to my mind, therefore I have hope. Þetta vil ég hugfesta, þess vegna vil ég vona. Through the Lord's mercy we are not consumed, because his compassion fail not. Náð drottins ekki þrotin, miskunn hans ekki á enda. His compassion are new every morning. Great is your faithfulness. Hún ný á hverjum morgni, mikil trúfesti þín. You see, he was suffering the hand of people, but he said, no, the Lord is with me. Great is his faithfulness. Hann þjáðist af hendi fólksins, en hann sagði náð drottins ekki þrotin. They made a lot of things wrong. They put Together. him in the pit full of mud there inside to kill him. Já, þeir gerðu honum margt illt, þeir hentu honum ofan í brunn sem var fullur af drullu og vildu að hann myndi deyja þar. They lied against him. They made a lot of things against Jeremiah. Lugu gegn honum og alls konar. But he was with God in his heart. En hann var með Guð í hjarta sínu. And he said, great is your faithfulness. Og hann sagði að mikil trúfesti þín drottin. So we are in the beginning of a new year. Nú erum við að hefja nýtt ár. And this, just few examples I gave to you, the people that apply the word of God to their life. Og hérna kom ég með nokkuð dæmi fólk sem að virkilega gerði það að orð Guðs vann í þeirra lífi.
And I just want you to apply the Word of God to your life. Og ég vil að þið gerir það líka, að láta orð Guðs vinna í ykkar lífi. Because the Word of God, Því að orð Guðs, we have to get to know the Word of God. We cannot just listen the Word of God. We have to read the Word of God. við þurfum að kynnast orði Guðs, það er ekki nóg að hlusta heldur líka að lesa það. The Word of God, the Bible, Orð Guðs, Biblían, have 1,189 chapters. með 1189 1,189 chapters. 1189 kapla. The Old Testament, 39 books, 39 bækur í Gamla testamentinu, 929 chapters. 929 kapla New Testament, 27 og books, 27 bækur í Nýja testamentinu, 206 chapters. 206 kaplar. If you want to read the Bible in 1 year, Ef þið viljið lesa Biblíuna á einu ári, you read 3 chapters a day. þá þurfum við að lesa 3 kapla á dag. And in the weekend, you are more free, you can read maybe 5 the weekend, but every day 3 chapters. In the end of the year, we finish the book of God. Þannig að ef þið lesið 3 kapla á dag, þið getið lesið kannski 5 einn dag og færri annan dag og kannski meir helgar. En ef þið lesið alltaf þá 3 á dag, þá klárið að lesa Biblíuna á heilu ári. So I would like to invite you with me to read together the Word of God, 3 chapters every day. Vil ég bjóða ykkur að lesa í orði Guðs 3 kapla á dag. And in the end of the year, we close the book of God and learn many things, but never read the Bible without prayer. Og þá þegar við lokum bókinni við enda þessa árs, þá höfum við lært svo margt, en aldrei að lesa Biblíuna á þess að biðja áður. This is the book of God. You have to ask Him to guide you. Þetta er bók Guðs, þau þurfa að biðja hann að leiða ykkur. You have to ask the Holy Spirit to give you sight what He is really saying in His Word. Þau þurfa að biðja heilagan anda að segja ykkur hvað hann virkilega að segja hér. So, are you willing to follow me this year? Viljið 3 þið chapters every day? fylgja mér í þessu að lesa 3 kapla á dag? Yes? I didn't hear everybody. Ég heyrði ekki öllum. Some of said no, I'm going to think. You can think, no problem. Sumir ætla að hugsa þetta. Þið megið hugsa þetta. Okay, let's then finish, but before I would like to say to you something like this. Og við ætlum að ljúka núna og ég ætla að segja þetta áður en við ljúkum. Like Abraham, Alveg svo Abraham, I hope you this year can be known as the priest of God vonandi verður þið þekkt sem and princess, eins og prestir eða prestafélag Guðs, as Joseph. eins og Jósef. We need to be the representative of God around our life, in our community, in our job, in our church. We have to be the representative of God. Við þurfum að vera erindrekar Guðs hvar sem við erum, í vinnunni eða bara alls þar í lífinu. As Moses, Eins og Móses. we have to learn to intercede for people that committed sin. Við þurfum að læra að biðja fyrir fólki sem hefur framið synd. As Joshua, we should consecrate our family to the Lord. Og eins og Jósef þurfum við að helga fjölskyldu okkar drottni. As Ruth, we have to decide to follow the God. Ruth was designed to follow the God of Naomi. Eins og Rut fylgdi Naomi viljum við So may people decide to follow your God too. og þannig vonandi vil fólki kringum ykkur fylgja ykkar Guði. As David, when you face the enemy with God. Og eins og Davíð, þegar þið þurfa að horfast í augu við óvinnin, þá skuluð þið horfast í augu við hann með Guð með ykkur. As Isaiah, Eins og Jesaja. you have to say to God, here I am, send me. Þið þurfa að segja við Guð, hér ég, send mig. As Jeremiah, never be hopeless, but trust in the Lord always, because His mercy never ends. Eins og Jeremía, treystið á allt Guði því að náð hans ótæmandi. And you have to take the decision today. Og þið þurfa að taka ákvörðun í dag.
tomorrow can be too late. Á morgun getur það verið of seint. Louis Philippe, the king of France, Louis Philip, konungur Fraklands, he was having a trouble inside the France and people were fighting against him. og fólkið í landinu var að berjast gegn honum. And he had his soldier protect him. Hann var með hermenn til að verja sig And his commander said to him, og hershöfðinginn sagði við hann: can we attack now these people so we can defeat them? Getum við núna ráðist á þetta fólk svo við getum sigrað það? And Louis Philippe said, wait a little bit. Og Louis Philip sagði: bíðið aðeins. And just few minutes after he saw that he committed a mistake. Og nokkrum mínútum eftir sá hann að hann hafði gjört mikil mistök. And he said to his commander, Og þá sagði hann við hershöfðingjann: please attack these people now. nú megið þið ráðast á þetta fólk. And the commander said, now it's too late. Og þá sagði hershöfðinginn: nú þá það seint. See, our soldiers are giving the arms to the enemies. Nú hermennirnir að gefa vopnin sín til óvinana. And he lost his throne for few minutes Og hann tapaði of ríkinu indecision. vegna þess að hann var óákveðinn í nokkrar mínútur. Today is time to accept the Lord. Í dag dagurinn til þess að taka á móti Kristi. Tomorrow can be too late. Á morgun getur það verið of seint. God bless you. Megi Guð blessa ykkur. Amen. Við ætlum hér að syngja síðastu sálmin í dag sem Fögur foldin nr. 90 í sálmabókinni. Fögur foldin. Skulum taka vel undir. Hlusta á blessunarorðið. Let's pray. Dear Heavenly Father, which art in heaven, we are starting a new year. Við erum að hefja nýtt ár We, in our mind, have some plans for this new year, og við erum með áform fyrir þetta nýja ár. but we want you to help us, Ég bið um að hjálpa okkur, to be with us, að vera með okkur, to lead us, að leiða okkur, so that we are ready þannig að við séum tilbúin. when you come back to take us home. Þegar þú kemur aftur til að taka okkur heim, Please, Lord, bless us. vilt þú blessa okkur drottin. The Lord bless you and keep you. Megi drottin blessa þig og varveita þig. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you.
Megi drottin láta sinna ásýn að lýsa yfir þér og sé þér náður. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Megi drottin upplifta sín augliti yfir þig og gefa þér frið. In Jesus' name, amen. Í Jesú nafni, amen.